Á hæð þar sem eilíð mætir tíma talaði einn maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handa nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilegar raunir. Andspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk kross þinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólarlagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisveinum sínum og talaði orð sem myndu enduróma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans bera þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætlað var að ala á ótta, heldur hátíðlegur sannleikur, talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðar sinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir af öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlítt slíka gæsku? En Jesús með sín allsjáandi augu þekkti fjandskap myrkursins gegn ljósinu. Og svo sannarlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn við völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninnar. Fagnaðarerindi Jesú Krists var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar hvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrum ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógn við samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar, hungursneið, plágur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neituðu að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Legar mögnuðust og breyttust út og hatursbylgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veiddir eins og villidýr. Þeir voru sviptir heimilin sínum og eignum. Nöfn þeirra voru brennimert af legum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þeir sig saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndu að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarðagöng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið. Raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófrunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviptingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr. Öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundnir við stikur, lík þeirra brennt í eldi. Kulnaðar leifar þeirra, grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn villtra dýra og siguðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili, grimmilegri hátíð þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barnið sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu.
Í kringum hana öskrar hringleikahúsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsinni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múgin, lag sigurs og trúar. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þeir stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir loforð Jesú. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn, heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óx í sigur söngva. Raddir sem bergmála niður göturnar, eins og þær vera að boða heiminum að ofan, þótt líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar, eins og þær vera að boða heiminum að ofan, þó líf mitt sé á enda, þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsun. Afneitaðu honum, sögðu hershöfðingjarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar gæti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi himinsins og horfa á með lotningu og kærleika, og í hjörtum sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu. Trú þeirra var óhagganleg. Jafnvel þegar jarðneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarerindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun heimsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspænis dauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiðarljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið alls virði og engin prófraun of mikil þegar eilíðin í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma, ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar, áminning að verð sannleikans og áskorun til allra sem þora að fylgja þeim sem sagði, takk kross þinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig gæti slík hrein og óbilandi trúmennska kynnt undir slíku hatri? Kannski það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika. Og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikann. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúpt, ríki sem ekki af þessum heimi, kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra ekki bara saga, hún ákall sem endurómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðinn við að vera lærisveinn og eilíf laun sem bíða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn, ekki frá hringleikahúsum eða katakompum, heldur af síðum ritningana og arfleifð lífs þeirra. Vitnisburður þeirra kallar okkur til að rannsaka hjörtu okkar. Hvað erum við fús að þola fyrir þann sem þoldi allt fyrir okkur? Eldar ofsóknanna loguðu bjartir, en þeir eyddu ekki kirkjunni, þeir hreinsuðu hana. Hver grimmd sem átti að þagga niður í fagnaðarerindinu magnaði aðeins rödd þess og sendi gárur trúar á staði sem sverðið náði ekki til. Róm trúði því að hún gæti grafið niður þessa nýju hreyfingu, en í viðleitni sinni við að tortíma fylgjendum Krists varð hún óavitandi þjónn útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem úttelt var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarðneskt afl gæti höndlað. Fyrir hvern trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur, því að allir þeir sem brenndir voru á báli, hugrekki þeirra kveikti eld í hjörtum þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra.
Það var eins og dauðinn sjálfur var í orðin að predikunastóli sem boðaði vonina eilíft líf, hærra en nokkur predikari nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins, mannfjöldinn öskraði í háði, en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana lýsti hún yfir: lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horfst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þess í stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. En miklu átök góðs og ills geisuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir, eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarflega lýsti yfir: þið megið drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur, óréttlæti þitt er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskýrunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir mynduðu tengsl með að trúara sem ekkert vald gat slitið. Frammi fyrir ólýsanlegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómuði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheit endurkomu Krists styrktu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dróð þá nær hjarta hans. Hver svipuhögg, hver sársauka óp var áminning orð hans: sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir, því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarerindið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi Guðs, innblásnar af hugrekki þeirra sem neituðu að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunarleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarerindinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir á hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlofum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni, og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikann fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu dróust að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsins og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marin og barin, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburður þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það, en himinin gladdist, því að í sérhverri ofsókn fór fagnaðarerindið fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram, áminning að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs skærast, og þegar við lítum tilbaka kallar arfleið þeirra á okkur, ekki til að harma þjáningar þeirra, heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir.
Þau voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ofsóknanna höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunnar. Satan, trylltur en slægur, yfirgaf hervalds árás sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldis harmurinn gæti ekki brotið kirkjuna, gæti hið mjúka hvísl málamiðlanna kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar, og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í för með sér. Heiðnir prestar og tilbýðendur sem áður voru óvinir fagnaðarerindisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytingakrafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesú, en ekki kalla hans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossinn daglega. Þess í stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafnir sínar, hjátrú sína og buðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbiðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilugu komu í stað Júpiters og Venusar, en andi skurðgoðadýrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúuðu byrjaði að þynnast út, eins og dýrmæt olía blönduð ediki. Hið ljóta súrdeig skurðgoðadýrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning, hjátrúar hefðir og skurðgoðadýrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeiðslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir. Þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbónda síns: enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, ef til vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótfestu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til allegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn, hann langt frá sauðinum. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig lét kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þess í stað leiddi það til spillingar. Niðurstaðan var klofningur. 2 tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndu í einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeirra brenna af löngun til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leyfðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú, sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harðlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn, og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurðgoðadýrkunar að sér, sannfærðir að þetta væri framfarir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljós sannleikans, sem stóð í algjörri mótsögn við heiðna heiminn, fór nú að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu. Samt voru ekki allir blekktir. Eftir stóðu leifar. Þeir stóðu á móti, tilbáðu Guð einn, neituðu að beygja sig fyrir skurðgoðunum sem voru dulbúin sem heilug. Tryggð þeirra við höfund sannleikans ljómaði eins og stjörnur á næturhimni, myrkvuð af málamönnum. Satan upphafinn, áætlun hans virkaði. Með því að síast inn í kirkjuna hafði hann breytt fyrri ljóma hennar í skugga.
Kirkjan sem ætlað að umbreyta heiminum var nú að líkjast heiminum. En hinnar trúföstu leifar, þótt litlar væru, héldu fast við fyrirheitið: þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þeir vissu að bardaganum væri hvergi næri lokið. Í þessari sögu lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatn byrjar að síast inn. Ef lekinn ekki stöðvaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðursins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki hugað að. Málamiðlun þessi sprunga. Það byrjar smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sinn var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þinggerða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn gladdist yfir þessari sameiningu trúar, þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita trúa það, leifar sem myndu standa fyrir sannleikann, hvað sem það kostar. Ákveðni þeirra myndi halda logunum á lífi, jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunnar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni, hafði ekki aðeins spillt trúnni, heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariot varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkert öðru sinn hinir. Hann boðaði sama fagnaðarerindið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesú þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn, en undir yfirborðinu, hulið mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óendanlegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsarans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp mættu mótstöðu og ljósið sem honum var gefið dýpkaði aðeins skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi, sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðina þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjúkt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en að rotna í kjarnanum, getur líf sem lifað í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans, og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sýnast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu lyginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja ekki bara postulana, heldur Guð sjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans. Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræsni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frumkirkjan með anda Krists að leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananías og Safíru sendu skjálfta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsað sér að bera grímu guðrækninnar á meðan þeir fela syndina innra með sér.
Það var ekki grimmd heldur miskunn, því að hreinleiki kirkjunnar var í húfi. Hræsni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki er brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum, þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunnar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávíta þá, og þegar tækifæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En andi Krists í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas sneri sér frá. Það er áminning að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt, meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Frumkirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi: hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus, það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkall til Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frumkirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúnni. Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árverkni að halda fast við sannleikann, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við fráhvarfskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lygi og skurðgoðadýrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans, en þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir yrðu að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátíðlegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir Drottinn: farið burt frá þeim og skiljiði þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og snéru árásum sínum að þeirrum trúfastu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi fráhvarfsmenn höfnuðu Biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krists urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hina trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum, ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar. Hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallakenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leyfir falskenningum og banvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til falls frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frumkristinna manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþykkt af Guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta mynstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina, þar sem hinir réttlátu standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðarboðskap veldur einnig sundrungu. Jesús lýsti yfir: ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn. Fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og sameinar trúaða í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árekstur er óumflýjanlegur vegna þess að meginreglur fagnaðarindsins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns.
Þjáningar hinna réttlátu, hversu vandræðalegar sem þær virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfir þær til að betrumbæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógulegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi, styrkjast hinni réttlátu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sýna raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógulegu. Og þó að hinnir ógulegu dafni tíma, mun réttlæti Guðs ekki bregðast. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju ekki merki velþóknun Guðs, heldur viðvörun. Kirkjan orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll postuli varaði við: já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem virðist áhugalaus sannleikann, erum við minnt á kostnaðinn við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveikja aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjuna á ný. Borg á hæð ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur kirkjan í dvala og fráhvarfi, en loforðu stendur stöðugt. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum kölluð til að feta, þá vitum við að Guð trúr. Réttlæti hans mun sigra, miskunn hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn dagi munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.